Skolan og þjóðbækkanir. Veit þið hvað? Ég veit það að taka Sæl og velkomin á þessa árshátíð okkar. Eins og vandalætur verður hér ýmislegt til skemmtunar, svo sem söngur, hljóðfæraleikur, leikþættir og ég veit ekki hvað og hvað. Þegar kvöldið verði ykkur öllum sem allra ánæglegast, áður en alvara hefst, langar mig til að segja ykkur pínulitla sögu. Hér daginn heimsótti lítil stelpa afa sinn eftir skólatíma og kvaðst að bera nú kveðju frá Einari Georg. Æ, þið voru víst saman í barnaskóla eitthvað svoleiðis, sagði svo stutt. Einar Georg, það er Einar Georg og rumdi í afagamla. Æ, hann er dálítið feitur og dálítið sköllóttur. Þá var þetta eitthvað vitleysa, sagði afi. Það var engin sköllóttur með mér í barnaskóla. Fyrsta atriðið á dagskránni er flautuleikur. Það er Björg Jónsdóttir sem blæs í flautuna og Pálína spilar undir á píanó. Gjörðu svo vel. Björg er búin að vera að dunda sig að því í vetur að vera sjálf að skrifa lítið lög og hún ætlar að velja hérna eitt og leyfa okkur að heyra það. Halda við það kannski. Þetta lag heitir Tamningar. Vel við hæfi hérna margt hestafólk í salnum. Kennarastarfið er mikil þolinmæðisverk. Það er deginum ljósara. Nú ætla þau Helga Margrét og Ásgeir Trausti að sýna leikþáttinn í skólastofunni. Þar sjáum við svart á hvítu hvað kennsla getur verið erfið. Gjörðu svo vel. Þrjár appelsínur á borðinu og systir þín borðið eina þeirra. Hve margar eru þau eftir? Hve margar systur? Taktu nú eftir, Jónsi. Þrjár appelsínur á borðinu og systir þín borðið eina þeirra. Hve margar eru þá eftir? Það
sykurmólasjóðum fyrir allan vöggvan. Nei! Og við hugsum okkur aðeins að þessi á borðinu. Það auðvitað engar appelsínur. Láttu óðan hnífinn ofan í vassan ef ég teka með þér. Nú hugsum okkur 3 appelsínur á borðinu. Já. Og systir borðið eina þeirra, hver margar eru það eftir? Hún fær ekki burt ef hún verður búin með allar. Þú veist ekki hvernig hún með systur. En við hugsum okkur að mamma þessi viðstóð og gæti þess að hún borði ekki nema eina þeirra. Mamma fór suður í bæju og kemur ekki aftur í morgun. Það spyrja sig einu sinni enn sömu spurningunum og ef þú svarar ekki rétt, þetta ég sitja eftir þegar skólinn er búinn í dag. Ef það verður 3 appelsínur á borðinu og systir borðið eina þeirra, hver margar eru það eftir? Það yrði engin eftir því ég næði hinnar. Næst ætla Guðrún Gróð Þórsdóttir að spila píanó. Löngu seinna var svo skipt yfir í hægri umferð eins og við þekkjum. Þegar Karl Leif heyrði að allir ættu að víkja til vinstri, sagði hann að það var nú ljóta vitleysan. Ef allir víkja til vinstri, þá slitnaði vegurinn bara öðrum megin. Og það er ekki nóg gott, sagði Karl. Men engir vegir voru til, bara riðgötur þótti sérlega vont að fara Hrútafjarðarháls, því þar var svo skrambi blautt. Nú ætla þær Ingar Harpa að sýna okkur hvað förufólki fannst hálsinn í gamla dag. Sögumaður er Helga Margrét. Sagt er... Sagt er að einu sinni hafi 2 kerlingar hist í Reykjavík og komist í hár saman. Var önnur þeirra borin og barnfædd á Suðurlandi en hin á Norðurlandi. Eftir mörg farvirði og skammi sem þeim fór á milli segir hinn sunnlenska. En norðlenska kerlingin vildi ekki velja hinni betri samastað en gat ekki beðið henni verri bölvunarbæn en hún segir: Farðu yfir Hrútafjarðarháls! Sem bera með sér andblæ frá liðinni tíð.
Jóhann, sérstu fyrir einhvern. Hvað er Ásdís? Björn, skiptur, já, eða saman, já. Svona á. Hvað það? Það er annað stinnað úti. Við ætlum að syngja 2 lög núna og fyrra heitir Ef þig langar að syngja þinn söng. Svo ætlum við að syngja hérna lag sem að tengist nú Húnaþingi eða henni Skáldrósu og syngjum vísur Vatnsendarósu og við ætlum að reyna að syngja það án hljóðfæris. Nei, þær kom bara saman og lappa svo. Nú fáið þið aftur að sjá gömlu förukonurnar sem voru að rífast þér áðan og auðvitað er þær enn að rífast en nú er það með ykkur fyrst. Þetta er ekki með skóstur eða aðstofað. Einu sinni mættist tvær kerlingar á ferð.
bröldu heima langt frá hver annarri svo það þurfti nú svo sem að setjast niður og segja hver annarri tíðindin úr sinni sveit. Þær sáu að þær gátu slegið 2 flugur í einu höggi, svo þær tóku upp í sig sjálfsgeðinga og mat og fóru að fá sér bita. Það bar við margt á góma og meðal annars segir önnur kerlingin að við nýlega rekið fjarskari af fágætan fisk í sinni sveit. Hvað fágætan fisk í minni sveit? Hvað alveg sko verð það? Það get ég óbyggilega muna. Það fyrir hinn að telja upp ýmsa fiska sem hún mundi eftir. Það mun þó ekki hafa verið stökkur, jössisisnei. Það skyldi þó ekki hafa verið marhnútur, en ekki hérna það. Það skyldi þó ekki hafa verið skata, jössisisnei. Það mun þó ekki hafa verið ísa, já, ísa var það. Til allra óhamingju myndi hún ekki eftir því að hún var með opinn hnífinn í hendinni svo hnífurinn fór á holu í síðunni á hinni kerlingunni og sálaðist hún þar á vörmu spori. Einu sinni, óskum venjulegum morgni, þegar Bjössi bílstjóri var að fara í vinnuna sína, sagði konan við hann. Stefán í næsta húsi kissir konuna sína alltaf þegar hann fyrir vinnuna. Hvers vegna gerir þú það aldrei? Ertu frá þér manneskja? Ég þekki konuna ekki neitt, sagði hann við sigrandi. Ef krakkarnir í kórnum eru með eitthvað þras Pálmi vön að segja. Þið syngja þetta lag bara steinþegjandi og hljóðalaust. Næst leikur Greta Kristín á píanó, gjörðu svo vel. Ingisandi, samt ekki lagið sem við syngjum svona oftast. Ertu alltaf svona hörð? Spurði mamma hennar Erlu. Nei, bara þegar ég geng, svaraði Stefán. Næst á dagskránni er blokkflautuleikur. Erla, Harpa, Björn, Ingvar og Jóhann blása í pípuna. Við ætlum að spila hérna Mæja átti lítillam. Það er hérna gamlu konunnar. Það er alltaf að spila laglínuna og hérna stóru alltaf að spila neðri rödd svona, aðra rödd.
í bíói og satt fíllinn fyrir framan músina svo hún sá ekki neitt. Hún gerði athugasemdir við þetta en fíllinn hló bara af henni svo raninn hristist. Í hlénu fyrir músin sér lítið fyrir og settist fyrir framan fílinn. Þá leit hún kotroskin aftur fyrir sig og sagði: "Jæja, nú finnur þú hvernig þetta er." Næsta atrið er ekki mús og fíl, heldur mús og ljón. Helgi og Jóhann flytja leikþáttinn Ljónið og músin og kenna okkur að margur er knár þótt það sé smár. Hver er nefinn á mér? Ég skal éta þig. Góða ljón, éttu mig ekki. Hvers vegna vaktir þú mig? Þú er svo stóra að sá ekki þetta var liða þitt. Ég var leiknum. Það er nú víst. Alveg víst og góða ljón. Ef það er svo gott að þetta með þá skal ég ekki það seinna. Svona agnarlítið mús eins og þú gæti hjálpast að ljóna eins og mér. Ég hef svo gaman að þér. Og þakka þér að kenna þér. Undarleg lítið mús. Ef víst er búið að vekja mig þá er best að ég fengi mig göngu. Hvað er það? Fóturinn er fastur um netuna og ég losni ekki kemur maðurinn og fer með mig burt. Ég skal hjálpa þér. Ó, músi mín, þú ert svo lítil að það er engin hjálpi þér. Sjáðu nú. Ég get hreitt fótinn. Ég skal með að vera. Ég er laus. Ó, þakka fyrir músi mín. Þakka ekki mér. Ef þú hafði étið mig hefði ég ekki verið hér til hjálpa þér. Nú skulum við vera vinir. Næst er það nútíminn alveg hrár. Við tökum gamalt efni og færum það í nýjan búning. Daniel, Guðjón, Aron og Auðun ætla að rappa fyrir okkur úr Frost og Fróni. Frost á Fróni, frís í æðublóð, veður kuldaljón, grár í jötumót, yfir Laxalóni liggur Klakadý, yfir Hlíðarbygg, Hamrakirkju, Bára, roknar þung og há, unnar steinum á, Hild og Grett og Brá, yfir Laxalóni, ræðar skipstjórinn, harmar hlutinn sinn, hásetinn! Þegar Þorri heyrir þetta harmar kveik, gefur fyrir mig, lítur höfðum stein. Einnig skellur eyrir alltaf fjær og nær, hundar klónum slær og kattinn hlær. Bóndi blíðir þú, betur stundar þú, hundar hrætting sú, og kattinn nakar nú. Þannig hverfur freyrir, höfðir bandinn þau, senni segir þau, ég svíf á brauð. Undanfarna daga hafa þær Ólöf, Anna Birna, Pálína og Oddný verið að gera tilraunir á öldurdeildinni hérna. Það er liður í þeirra kennaranámi og við höfum lagt heilmikið hjá þeim. Meðal annars höfum við unnið saman að heimaverkunni Snorra Heitu Sturluson. Nú ætlum við að sýna ykkur svipmyndir úr þessu þemanámi okkar.
Sturla í Hvammi deildi við Pál presti í Reykholti í Borgarfirði út að arfi eftir auðugan mann. Já, þykist þú vita allt um þetta, heldur að þú fáir arf mannsins. Hey, þú skal fá að halda á mótinu stóri lukurinn. Þið þurfist að móka mig svona. Ekkert gekk í þessum deilum eins og þið sjáuð, en seinna sættist um að láta Jón Loftsson dæmi í máli. Já, þú og þitt lið, ég fæ arfinn. Já, við skulum bara sjá hvað Jón Loftsson segir. Sælir? Já, ég dæmi Páli arfi. Auðvitað dæmir Páli arfinn. Sturla var mjög óánægður, en þannig var á þessum tíma að ef einhver tæki barn í fóstur var í minni maður en hann sem átti barnið. Sturla, ég býðst til að taka son þinn Snorra í fóstur, 30 ára. Já! Og þannig atvikaðist það að Snorri ólst upp í Jóni í Ótta. Nú syngi hérna fyrsta erindið af þegar dýgur húma forra því mig gjarnan taka undir viðlagið. Dýgur húma forra og þið hittu ferð á vorra og hvað fyrst og fremst við Snorra sem framdi háttatal. Sem framdi háttatal, sem framdi háttatal og þá fyrst og fremst til Snorra sem framdi háttatal. Snorri Sturluson var uppi 1179 til 1241. Hann fór í fóstur á Odda og fékk hann mikla og góða kennslu í bæði goðafræði og bragfræði og var það kannski til þess að hann fékk mikinn áhuga á ritstörfum og var mesti og frægasti rithöfundur sem uppi hefur verið á Íslandi. Frægastu rit Snorra eru Snorra-Edda og Heimskringla en hún hefst svona. Á bók þessi lét rita fornar frásagnir höfðingja þá ríkti hafa haft á Norðurlöndum. Og kann þolda og breyta búið og að byrja forna sögu. Já, að fram til klukkan 4 þá fór hann í sig bót. Þá fór hann í sig bót, þá fór hann í sig bót. Já, að fram til klukkan 4 þá fór hann í sig bót. Nú eru stödd í Noregi með Snorra en hann hrökklaðist þangað eftir yfirgang frænda sinna. Hann Skúla jarl vini sínum. Nú Hákon konungur orðinn fullorðinn og hættur að láta Skúla jarl ráða eins miklu áður. Sendu boð til Skúla jarl sem að enginn megi fara til Íslands um að koma til mín fyrst. Samkvæmt fyrirmælum Hákons konungs má enginn fara til Íslands nema að koma á fund sinn fyrst. Út við þig! Þú skal fara út hvað þessi konungur segir. Skúli var að undirbúa uppreisn gegn Hákoni konungs því Skúla fannst hann hafa ofurlítil völd. Ég vil út að bragði, ég vil út á hennan sagði, ég vil út og út að lagði, til Íslands sama dag, til Íslands sama dag, til Íslands sama dag, ég vil út og út að lagði, til Íslands sama dag.
skjóð Skúli sér konungsnafn og hóf uppreisn, en nú var fljótlega bærð og Skúli drepinn. Nú var Snorri Sturluson illa staddur. Hann hafði farið burt úr Noregi í banni konungs og vísast yfir Hákon konung og grunað hann hafa verið með í áformum Skúla uppreisn. Fannst hann vera að hefna fyrir þetta. En hvað gat konungri gert þegar Snorri var kominn heim til Íslands? Jú, hann átti enn hirðmenn á Íslandi og einn af þeim var Gissur Þorvaldsson. Hann hafði farið til Hákons Hákon bréf þar sagði hann að Snorri væri landráðamaður við sig og bað Gissur að senda hann til sín nauðaðan eða viljugan að drepa hann ella. Þessi boðið hitti Gissur, hann fór með 70 manna lið í Reykholti nótt og kom Snorra algjörlega óböðrum. Þeir leita hann upp við þar sem hann hafði farið sér niður í kjallara og drápa hann. Þá sagði Snorri: Ég skal höggva. Það er þú. Ég skal höggva. Svo hjó annar þér. Ári beið þann banað síðan fyrir Guðjón sér að stríða, síðan gráta þingar víða og holtum Borgarfjörð, og holtum Borgarfjörð, og holtum Borgarfjörð, síðan gráta þingar víða og holtum Borgarfjörð. Svenni var skipstjóri á hvalaskoðunarbát og lýsingar í honum voru aldrei neitt smáar. Einu sinni var hann með skólabörn og sagði: Þessir hvalir eru alveg gríðarlega stórar skepnur. Þeir geta til dæmis gleypt 1000 tunnur af síld í einu máltíð. Þá rétti einn strákur upp hendina. Herra skipstjóri? Já, góða það væri minn. Ég langar bara að vita hvort þessi hvalur myndi spýta út þessu tómu tunnurum, sagði strákur. Næst á dagskránni er korsöngur. Við munum flytja fyrir ykkur 2 sjómannalög. Það syngja fyrst hérna Sæfaraljóð. Ég elska hafsins bláa vatn og bylgjurnar þín. Ég elska straumsins sterka æð og stormana þín. Ég kveð mitt ljúfasta ljóð. Við lendum hér aftur senn. Síldin og syngja hérna syngjandi sæll og glaður. Syngjandi sæll og glaður, því síld veiða nú ég hef. Það er gaman á Grímseyjarsundi, við glampandi kvöldsólarefn. Þegar hækkar í lest og lest við skip, við háana fleiri og fleiri.
spyrnu. Fyrst spilar Helgi, síðan Helga Margrét og loks Bergþóra. Sandi, hina útgáfana. Þú var að segja hvað þetta heitir. Hvað er ekki þetta hérna? Þetta heitir Í ísbænum. Hann er alveg 110%, það var algjörlega töðnar. Okkur líkur ekkert á það er svo þetta tíma til að farða fyrir næsta atriði. Við erum að reyna að freina bara tíma. Nei, þetta ég spilum tíma. Ná svona. Sérstaklega hjá þessu. Já, við ætlum að spila hérna lag eftir Gershwin og Lady Be Good.
leikritinu Öskubuskan. Þetta reyndar ekki svo gamla öskubuska sem allir þekkja, heldur nútíma öskubuska sem gerir uppreisn eins og aðrir femínistar. Gjörðu svo vel, leikritið Öskubuska gerir uppreisn. Við erum stödd í litlu ríki í Keflavík fjallgarðinum sem heitir Vatnsdalsfjall, en höfuðborgin er utan Múskat eins og allir vita. Það er hásumar og glampandi sólskin og konungsfjölskyldan er að ljúka morgunmatinn og drottningunum leikar er gott hjarta. Sæstu henni minn. Sonur minn. Eins og það segir pabbi hennar er gamall og slitinn. Og frátlýðið því að þú þarft að finna þér góða konu áður en að því kemur. Bataría! Já, það ekki að giftast henni, ha? Ertu frá þér, þú sem er prins. Hver ósköpinn gaf þér hér á? Ég sem var að klára að þrífa stóra pottinn innan eftir slátursöguna þegar þú byrjaðir að hljóða. Ertu kurteis og lagði tjaldið af helmingkonginum? Ekki nema það. Laga til. Vinnuálagið á þessu heimilinu er svo mikið að ég þarf að gera verkfall. Og lagði til handa konginum? Allt er ég að gera, pottur er hér og pottur er þar. Já, sonur minn. Þú þarft að eignast konu. Það er ekki auðvelt fyrir þig að stjórna heilu ríki, svo er miklu betra fyrir þig að hafa einhvern yfir þig til að minna þig á hvað þú er. Og til að grípa til kórónar eins og færa á misselum höfðinu, vindinu skilur, einmitt ef þetta er að halda að vera sem verilegastir. Fyrr mistið höfuðið og hvers vegna á ég ekki látið vita. Einhver gefur höfðinu slíktrum. Þessu ríki verður að láta konungi vita. Það ætti þú að vita, drottning. Ertu rólegur, væni minn? Enginn mistir höfuðið. Allt er bara fram að sofa. Sofa? Ég er ekkert síður. En það er bara ekkert ævintýra prinsessu þessa dagana. Þyrnir á sér enda sofandi. Mér finnst ekkert vera í þessu prinsessu bumil. Þegar minnst er á prinsessu, hlustið á hvað stendur hér í blaðinu. Prinsessa gerist ráðskona hjá 7 dvergum. Orðarúmur er að krauk má mjólkvít prinsessa sem allir töldu að sé heil og hófi og er ráðskona hjá dvergunum 7 í Keflavík. Einmitt! Og ef það er ekki sofandi eða í fullu starfi sem ráðskona, þarf yfirleitt að bjarga drekaklóm úr alls konar hættum. Það getur verið lífshættulegt og... Fyrir að tala ævintýra prinsessu! Kemur ekki til mála að þú fara að hætta lífi þínu við að bjarga prinsessum og klandri. Nei! Skulum finna handa við góða stúlku hjá hann í ríkinu. Og nú skal ég segja ykkur honum því. Við höldum dansleik. Bjóðum öllum ungu stúlkum inn á ábyrðina. Nei, ekki ball. Ég þoli ekki háan þessu nýmóðu sljómsveitum. Þú veist nú hvernig ég er honum góða mín. Skýtt með eyranu þér! Prinsinn þarf að fá konu! Við bjóðum öllum gengnum sonum minn. Hver veit nema að finna þér konu efni á meðal þeirra. Það er alveg þess vilja að reyna það. Látum að koma. Hvað með næsta laugardag? Hvað er dagbókin mín? Hvernig þú lyft þetta kongsa? Jurtatinn! Enga tíma að drekka það. En Eyvis hér. Annarri fjölskyldu. Í útjaðri Múskataborgar fyrir unga stúlkan sem þetta leikrit fjallar þá hér býr hún Öskubuska ásamt stjúpbróður sinni Dardanellu og dætrum hennar tveim Salmonellu og Rúbellu. Eins og allir vita þá er Öskubuska falleg og yndisleg, en Salmonellu og Rúbellu, já, hvorki fyrir í þenni föngulega. Og það eru að afbragða samlóti auðmikið Öskubusku og þrælinn út. Þess vegna ætla ég ekki að fara nánar til þá sálma, heldur gefa þeim sjálfmorðið. Hvað er morgunmaturinn minn? Hann er að koma. Ég bara til að reynda að drattast úr spóknum. Þessu vel.
Svona upp með þig leti ekki þinn og luktu að bursta skóna. Þú ert búinn því að þú búinn að gólfa og þvo gardínuna. Hver skýrt nú velferðinni? Start ekki þarna svo þvara, farðu að gaða hvort er. Stelpur fíl. Á pósturinn með bréf. Kona. Samvæntum fyrir nælum hans hátignar. Ég var ekki neitt einasta orð. Þér verða að koma, mamma! Pósturinn með bréf. Við erum næstu og ég botna ekki í því. Guð, enn spennandi. Við skulum gá hvað stendur í því. Nei, hættu nú alveg. Hvað stendur í því? Ég veit það ekki, ég get ekki lesa. Hvað gengur eiginlega á? Hvað er þetta? Þetta er kort en við getum ekki lesið það. Má sjá. Hans konunglega hásinn eitthvað færitæki. Hvað er færitæki? Færitæki til að selja sér drottningu. Nei, heyrðu mig á, bara að selja drottningu. Ekki ég að kaupa hana. Nei, það getur ekki verið. Og ég lesa þetta fyrir ykkur. Jú, því ekki það. Þú bara að lifa greinu og lesa kortið. Samkvæmt fyrirmælum hans hátignar. Hans konunglega hás, Sigursæll konungur III og Smáfríð drottning hans bjóð öllum ungum stúlkum til dansleikar í sumarvellinni næstkomandi laugardag. Hans konunglega hátign Huggjörður Sveinn krónprins notaði tækifæri til að velja sér væntanlega drottningu þessum hóp. Mamma, heyrðu þetta stelpur? Heyrðu þetta? Önnur ekki getur drottning. Þú verður strax að hafa mig til, eins og stöð. Ekki veitir að tímanum. Þarna ratast henni svo sannarlega sagt á munn. Ekki veitir að tímanum takast á að gera stjúpsveitina þannig á garði að þeir verið hleyptin á ballið. Auðmikið Öskubuska gerði sér dýtrasti til að ferra systurnar en þrátt fyrir allans rældóminn var enga veginn hægt að kalla þær Engil Fríða þegar þær voru konur í ballskólann. Þann það voru sjálfar hæstánnar auðvitað skipti það mestu máli. Það er lífstíkja mitt! Komdu með stelpunum minn á undirbeltið! Ekki þetta bíma! Bíðið við, allir sé ekki bara tilbúnar. Þú segir mér þá, ég ætla að draga mig í hlé. Bestbuska mín, gleymdu ekki að taka vel til aðstæðar og höggva svo eldri til nokkur dagar þú ert búin að því. Já, og hafði heitt súkkulaði tilbúið handa okkur þegar við komum aftur. Og þú ert búin að vera með einu skona sloppana. Og ekki glemma hitapokkinum. Bless! Auðmikið stelpan, ósköp án bát, ætli ég verið ekki að bjarga málunum. Var ég annars búin að segja um því að ég guðmóðum með Öskubusku litlu. Ekki nóg með það, ég kann líka ýmislegt fyrir mig. Komið tími til að dusta ryki á tölspánum. Hvað letum hann annars? Hvað var þetta? Mér finnst ykkur að hosta. Hver ert þú? Ég er guðmóð þín Öskubuska, þangað þig á dansleikinn. Já, það er auðvitað. En ég var okkur til að fara og svo rataði ekki þangað. Blessu hafði ekki á að gera því. Ég skal hjálpa þér. Við verðum að byrja því út á hesta sem sami prinsessu. Hvernig var hún aftur í töðarhjóða? Jú, ég hendi vinna hann bara. En okkur vantar eitthvað til að vinna, spyrir við. Banani. Sætt hann handa þeim sem er einn bananavæni minn. Já. Bananinn, ekkert fyrir vinna, látt hann bara á gólfið. Áttu eins og tvær að þrjá mísandar með góðum minn? Nei. Já, ég er með eina músa með til varar. Í vasanum, alltaf með eina músa til varar. Jæja, leggið þið hérna og segi abracadabradabradú. Því allir fína breytist þú. Það gerist ekkert. Ó, þetta gekk ekki. Það reynir bara aðra flugu. Rabba-rabba-dabba-dú. Vagnir strax og hana nú. Þú bóttum bara ekkert í þessu. Ertu vissum átt að vera banani? Þarna kom það. Hérna voru bara á ananas. Það var dósátt í ferskan. Já,
þakka ykkur kærlega fyrir. Ég held við séum öll búin að hafa meira en nóg af þessari vitleysu. Mamma, veistu með ykkur? Ég er ansi hræddur að við séum öll löngu vaxin eitthvað svona dellu. Ég ætli það sé ekki kominn tími til að taka svolítið öðruvísi á hlutinn með þessu bæ. Það sjáu ég hann! Nei, komdu bara! Við skulum bara leyfa að taka við. Ég var hvort ekki búin að læra um textan svo losnaði eitthvað að kyssa prinsinn og hættum það. Þetta var ekki slæmt af greyjunum en er kominn tími til að færa söguna nær nútímanum. Ég og mitt lið höfum verið að skoða greyjuna. Okkur var kominn tími til að spyrja nokkur spurningar. Hvernig stendur til dæmis á því að faðir Öskubusku skuli ekki leika neitt hlutverk í sögunni? Hver er hann? Hvers vegna lyftir hann ekki fingur til að hjálpa dóttur sinni? Og hvað liggur eiginlega á að koma prinsinum í hjónaband? Ég bara spyr, er hér eftir táningu vandamál ferðinni? Við munum reyna að svara þessum og fleiri spurningum í okkar útgáfu Öskubusku. Lítum rétt eða snöggvast á unga mannin Haukstein Hansen krónprins. Svenni minn Svenni, tala mamma skani. Svaraðu mér óþunni, strákur! Ég botna ekkert í því hvernig askan er að verða. Ég ekki voga mér að koma svona fram við foreldra mína. Nei, þetta er alveg voðalegt ástand. Við getum ekki haldið þessu leyndu mikið lengur. Ég er að vona að danslíkurinn hafi einhver áhrif á hann. Tja, ég veit það sem ekki. Ég hef ekki fengið aukatekjuorð upp úr honum sem fyrir 2 dögum þegar hann baði ný batteri. Eitthvað verður að reyna að gera í málinu, góði minn. Það getur ekki gengið svona mikið lengur. Góð, skynsleg stúlka geti náð til hans. Þótt okkur tekist hann ekki. Sérstaklega lítið snúa í námana. Ef það gengur ekki, er ég ansi hræddur að maður leggja konungdæmi niður og breyta ríkinu í lýðveldi og þá er nú fjandinn laus. Nei! Kemur ekki til mála! Strákurinn hlýtur að ranka við sér á endanum. Við finnum eitthvað ráð til þess. Ástandið er ansi slæmt eins og að sjá sjálf. Varðstofnir skoður það fyrir að gleypa krónprinsinn. Hann hefur ekki sagt út aukatekjuorð í 2 daga og síðast hann hóf brjóstina var rétt til þess að biðja ný batteri. Raunar er hugsanlegt að hann hafi ekki neitt til mála að meðleggja en við látum hann leggja nokkuð vika og breiðum okkur eins til Öskubusku. Gasa krút. En ég, mamma, þetta finnst ég. Alveg guðdómur, aðeins mér kynnaðið. Öskubuska, maður kynnaðið halda elskunni sammálaðu. Hún hafði stóra spegilinn svo getið séð með alla. Jú, það er alveg rétt hjá þér. Ég er beinins guðdómur. Annað er ekki hægt að segja. Má ég sjá? Já. Ég er sko ekki heilslega á krónprinsi veldi mig. Það er ekki margar píur sem jafnast mig. Það er alveg á tandi hreinu. Sjáum þú til með það. Jæja, ekki fara til okkur. Jú. Öskubuska, þú klárar að skúra gólfi og guðsbæra reyndadrautast til að taka til. Allt í drast í svefnherbergjunum. Bye. Hjá Öskubuska auðmingin var skilin ein eftir og átti að taka til og skúra. Eins og gefur að skilja var hún ekkert yfir sér hrifin og ykkur að segja var farin að hugsa alvarlega að ganga að stéttarfélag og fara í verkfall. En bíðum við, er ekki verið að berja dyrum? Var ekki verið að berja dyrum? Kom inn, það er ekki læst. Sæleska, akkur er svona stúri. Veistu, mér fannst alltaf með þeirtum að halda sér bráfæri með betur vængjum og dreifum að stað. Elskar mín, þekkjum ekki.
Ég er á guðmóður þín og ég er komin til að hjálpa þér. Ég veit hvað Anna er þér, þið langar eftir að blessa ball, það ekki? Jú, það eru alla farnar ballið og ég set henni ein eftir og ekkert til að fara í og hugmyndu hvernig þetta komast þangað og svo er ég að klára að skúra gólfið og taka til. Skýnt mér hreingerningana. Ég skal hjálpa þér ef þið langar til að fara. En hvernig? Ég á ekkert graskið til að breyta í hestvagn og köttumdrap alltaf mísna sem til að breyta þeim hesta. Svo er góð. Ég er með ágætist taxaðinn fyrir utan. Við erum löngu að hætta að nota grasker og mís. Við erum 21. öldinni. En í hverju á ég að vera? Ég get ekki fara á þessu balli. Líttu á... Elsku vinar. Líttu á þetta. Þú ert alveg í tískunni. Svartu varlitur var algjör þær. Svo er það hárið. Þetta er flott. Jæja, nú skaltu drífa þig, en passaðu bara að missa ekki að þið skóna, annars ætti þeir hættu að sitja með prinsi. Öskubuska var ekki lengi að grípa tækifæri. Hún skipaði dræfirnum að aka beinist á stystu leið til hallarinnar, þar sem dansinn dunaði, gólfið svignaði og guðmælaki taumunuðu veggina. Prinsinn var ennþá í dái þrátt fyrir tilraunir systranna af hátilvísi.
Það var svolítið skrautlegur kór. Allir mættir. Já, þá ætlum við að ljúka þessari dagskrá með því að syngja nokkur lög og byrjum á Smala drengnum. Og við ætlum að syngja meira Sólskin, eða svona Warm Fly, Sólskin í bæ heitir það. Og þá syngjum við lag á einhverju Afríkumáli sem heitir Malaika. Það er að segja lagið, ekki máliskan. Malaika,
lokum ætlum við að syngja einn negrasöng, Ó Freedom. Komum aðeins fram okkur fyrir aðeins nári. Þetta aftur. Eitthvað annar? Það er kannski að lauma inn einu hérna á milli, syngjum hitt aftur. Svona til að páskar að taka eitt svona trúalegt. Muni stenda ég alltaf hljóðalust. Og syngjum hérna, ég leitaði vinar. Skiptir engu varstu það
Og eftir spila Futurama. Já, þeir vantaði sko súrefni. En tekið myndabrókar? Ég var svona að segja við og svona. Hvað sem Nei, hætt. Við erum hljómsveitin Futurama og ætlum að byrja að spila 2 lög sem ekkert sungið í, en það Futurama fyrst. Syngja lagið, eða spila lagið Wild Thing.
lag sem við ætlum að flytja heitir Stand By Me. My friend's got a girlfriend, me. My friend's got a girlfriend, man, he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really got to lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he walks his hand to the bone to give her money every payday. But she wants bloody evil just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay, no way. Now, why don't you get a job? Say no way, no way. Now, why don't you get a job? She hates that dick. She tells me every day. He wants more than evil just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay, no way. Now, why don't you get a job? Say no way, no way. Now, why don't you get a job? It smells like Teen Spirit. Ég sitja hérna saman.
Load up my guns and bring
sig färd undan mycket sånt. Du hast mich